Reyni Gretarsson. Komið sæl, sjáum hér að það lægðadræfi í landinu og víða svona einhver úrkoma. Skilin sem fór yfir í gær eru svona hangandi hér yfir norðaustanvert landið og það búið að snjóa þar svolítið í dag. En þau eru svona trosna og það ætti nú að stytta upp svona með kvöldinu. Það tók við svona í kjölfarskilina þá var svona óstöðuloft og búið að vera svona einhverjir skúrir á stangli í dag. Og það verður svona skúrakennt hjá okkur næstu daga en svona á morgun og svo sunnudaginn hæglætis veður og svona nokkuð bjart og það svona kólnar smá saman. Við sjáum á hitafarinu að það var lítið tunga með þessu kerfi sem fór yfir í gær og í skilunum en það svona kólnar smá saman eins og við sjáum hér og síðan má reikna með að verði meiri svona útgeislun hjá okkur vegna það sem að vindur og verður mjög hægur og síðan getur nú létt víða til. Sjáum hér gamlu skilin hér, þau eru svona að fara yfirgif okkur og svona líklegast verður nú ekki mikil úrkoma í kvöld og nótt á Norðausturlandi en það eru svona á sveimi hér skúrir eða él í kvöld og nótt verða nú líklegast svona yfirleitt él svona þegar það kemur inn á land og gæti alveg snjóað eitthvað á Suður- og Suðvesturlandi í nótt en í fyrramáli þá þetta svona élega slittu él svona inn á land en svona skúrir hér svona viðlóðandi svona við ströndina og við sjávarsíðuna en norðan og austan til verður eiginlega þurft að kalla og síðan svona kólnandi og það svona sérstaklega hér í innsveitum norðaustanlands þar sem að máli reikna með 2 stafa frosttölum í nótt og á morgun. Sjáum að það verður nokkuð svona bjart hér víða norðanvert landið og austanlands líka en svona hér verða áfram hér sunnan heiða allavega verða einhverjir skúrir eða él getum við sagt. Sjáum að hitinn er svona nálægt frostmarki víðast hvar en síðan verður þetta svona eitthvað í rénum en þetta verður samt alltaf eitthvað viðlóðandi og alveg fram á kvöldið, annað kvöld einhverju skúrir hér syðst á landinu og það herðir frostið svolítið aðferðan sunnudags og verður hörku nætufrost líklegast, sérstaklega inn til landsins en við sjáum að það eru bláar tölur meira og minna á landinu á sunnudaginn, langt á milli þrýstilína þannig að hægur vindur og svona bjart með köflum getum við sagt, við sjáum að það eru einhver svona él svona hér og þar, ekki mikið en það er einhver bakki þarna á Suðausturlandi sem að verður eitthvað á sveimi líklegast en síðan á mánudaginn að þá nú ennþá bara hæglætis veður og stöku él, sérstaklega þá við norðurströndina og áfram einhver bakki hér viðlóðandi við austurströndina, hiti kringu frostmarki en frostinn til landsins og síðan koma fyrstu svona skilin hjá okkur með vaxandi suðaustanátt og strekkingsvindi og það máli reikna með að byrja sem snjókoma hér suðvestanlands verður það kalt þannig að það geti hvítnað svolítið jörðin hér á suðvesturhorninu til að byrja með en síðan blotnar þetta svolítið og fer út í svona rigningu að slittu svona og uppur hádegi allavega úrkomu lítið norðaustan til og kalt en síðan kemur þetta yfir og það máli reikna með einhverju snjókomu þar svona á endanum á þriðjudaginn en svo tekum við svona skúraloft aftur suðvestanátt í kjölfarið en í Evrópu þá búið að vera mjög kalt sérstaklega norðan og vestan til í álfunni og það koma skil hérna inn til Frakklands og með talsverða úrkomu en það svona hlýnar með þessum skilum það búið að vera svolítið kalt og svona einhver snjókoma í álfunni svona aðalkerfið nú eiginlega hér Balkanskaganum og Ítalíuskaganum þrumuveður og óstöðugt loft þar en talsvert hlýrra í Grikklandi og Tyrklandi með við það sem annars staðar í álfunni sjáum ekki nema 7 gráður í Madrid við sjáum hérna Santa Cruz það verður talsverð rigning þar að vera varað við mikill úrkomu á þeim slóðum en annars þetta svona skúraleiðingar kannski og hiti í kringu 20 og rúmlega það
En í Bandaríkjunum, þar búið að vera svolítið rigning í Suður Kaliforníu, þetta nú að draga smá saman úr því og síðan nú svona ágætisveður og nokkuð hlýtt hér í Suðurríkjunum. Læt þetta vera síðasta korti, verið sæl.